Já, við byrjum á því aðeins að velta fyrir okkur kannski breytilegum skilningi á þessu hugtaki opinbert rými og það og kannski útvíkkun þess, þannig að það má kannski sjá fyrir sér að fjölmiðlar og sjónvarp, netið sé orðið í dag hluti af opinberu rými sem að myndlist miðlað í. Jafnframt vakna spurningar hugtök eins og opinber bygging sem á kannski undanförnum árum hafa í rauninni ekki verið byggðar neinar opinberar byggingar þar sem einkaaðilar hafa sem sagt einkafyrirtæki verið að byggja þær byggingar sem áður voru byggðar á opinberum aðilum. Og þá leiðir þetta að spurningunni það hver aðkoma opinbera aðila því að framfylgja einhvers konar stefnu mótun opinbers rýmis. Og þá varst talið að listskreytingasjóði sem að mati þeirra myndlistamanna sem voru með mér í hópnum var góð hugmynd en fungerar alls ekki, hefur ekki fungerað að þeirra mati og svo verið sem að lögum hann hafi einfaldlega ekki verið framfylgt og kunna vera ýmsar ástæður fyrir því sem að við kannski kunnum ekki skýringuna á en það ljóst að ýmsar forsendur kunna hafa breyst og eitt af því sem við ræddum það var það að mögulega væri einhverju fleiri fletir á því að virkja listamenn inn í það framkvæmdaferli sem að mótun alls umhverfis og þar með gerð bygginga og mannvirkja að það myndlistamennir lögðu mikla áherslu á það að þeir kæmu inn í slík verkefni strax í fyrstu stigum verksins og að þeir ættu þátt í að móta þær forsendur sem að myndlistinni væri markað í hverju tilviki fyrir sig. Og framtíðarsýn okkar kannski þeim efnum var sú að það í svona hönnunarhópum í rauninni hvaða mannvirki sem ekki bara kirkjur heldur frýr og tæknileg mannvirki þá væri það litið á það sem sjálfsagðan hlut að myndlistamenn kæmu þar að eins og landslagsarkitektar og arkitektar og aðrir sérfræðihópar. Nú, við komum aðeins að starfsskilyrðum myndlistamanna á þessu tiltekna sviði. Það var talað að myndlistamenn sem að vinna á svona verkefnum, þeir gætu gjarnan þegið aðstoð og ráðgjöf við framkvæmd verka sinna. Þeir væru oft að vinna slíkum verkefnum í einangrum og það til dæmis að vinna með verkfræðingum og öðrum í stærri hóp gæti auðvelda þeim að setja fram kostnaðaráætlun og slík atriði. Nú, það vantar kannski betri yfirsýn yfir það hvað hefur verið gert á þessu sviði, einhvers konar bækurútgáfur, til þess að miðla reynslunni og yfirsýn til þeirra sem að taka ákvarðanir á þessu sviði. Og síðan það líka kannski að þeir sem að vinna verkefnum á þessu sviðum þyrftu kannski að hafa einhvern vettvang til þess að miðla reynslu sinni hvers til annars. Og nú, síðan var kannski spurningin þau tækifæri sem að það var svona að það vantaði kannski ekki rýmið heldur vilja og þekking og fé til að nýta þessi rými og nýta þessi tækifæri betur. Og nú varðandi eðli verka í opinberu rými þá má náttúrulega sjá þau fyrir sér með mjög mismunandi hætti og það kemur varanleiki verkana, efnislegur varanleiki, mjög mikið við sögu. Það má sjá fyrir sér verk það má sjá fyrir sér viðburði eins og sýningar sem að standa bara í stuttan tíma og síðan eru verkin fjarlægur umhverfinu. Það má sjá fyrir sér viðburði í fjölmiðlum og yfir í það að vera höggmyndir eða opinber myndverk í hefðbundnum skilningi. Og það var í okkar mat að það væri þörf á öllu þessu. Það var ekki spurning að eitthvað væri orðið úrelt og annað þyrfti að koma í staðinn, heldur í rauninni að það þyrfti að halda áfram að vinna að öllum þessum hlutum. Og það er engin ástæða til annars en að það sé ennþá þörf, að þessi okkar kynslóð hafi þörf fyrir einhvers konar myndverk sem geyma minningu viðburði og einstaklinga sem að samfélagið kýs að myndgera með einhverjum hætti og að sjálfsögðu ef að slík verk eru gerð þá eiga færustu myndlistamenn að koma þar við sögu og það er að standa því að ítrustu fagmennsku. Vegna þess að vondverk í opinberu rými eru bara vandamál, þau eru umhverfisspjöll, þau eru sjónmengun. Myndlist eða myndgerð verk og almannafæri geta líka verið vandamál.
Og það þáttur sem þarf að koma inn í. Almenningur á líka ákveðin rétt í þessu sambandi. Fólk á rétt til þess að þurfa ekki að horfa á eitthvað. Og þetta var atriði sem væri gaman að koma inn í umræðu, frekar umræðu þessu sviði. En við teljum mjög mikilvægt að upplýsa þá sem að taka ákvarðanir á þessu sviði. Ég held að mjög mörg mistök sem hafa verið gerð eru vegna þess að stjórnmálamenn og aðrir hafa annarkvæmt kosið að hlusta ekki á fagmenn, kalla þá ekki til eða vita einfallega ekki betur þegar að þrönga sín á það hver, við getum tekið sér sem dæmi að það er tilhneiging til þess að velja fara alltaf í sama þrönga hóp ákveðna listamanna til að vinna ákveðna verki ákveðna gerðarabyggingum og þetta er eitthvað sem þarf að vinna með og opna. Nú bara að sem sagt að það þarf að bara loka niðurstaðan að okkar mati að þá þarf að taka myndlist alvarlega sem fag, sem mikilvæga menntun, sem sérfræði þekkingu sem á að vera algjörlega ómissandi þáttur í allri sjónrænni mótun umhverfinu, alveg eins og aðra sviði höfna. Þannig að myndlistarmaðurinn hann þarf að komast að borðinu þar sem ákvarðanir eru teknar. Hann á ekki bara að vera einhvern maður sem einstaklingur sem bara vinna einangra verk, hann þarf að vera með í hópnum. Og bara lokum að myndlistamenn þurfa að fá tækifæri til þess að vaxa og þroskast í sínum greinum og á yfirvöldum myndlistar í landinu þá hvílir svo ábyrgð að fá það besta út úr hverju kynslóð að rækta garðinn. Takk fyrir.